Já, sæl verið öll, kæru aðstandendur og vinir Ingólfs Þórs Árnasonar. Velkomin hingað í Kópavogskirkju. Þið takið væntanlega eftir því að það er engin kista hér í dag, þar að hún er ekki komin, en í staðinn eru hér eins og lítið altari með myndum af honum Ingólfi. Og þau sem elskuðu Ingólf og elska Ingólf segja reyndar að það hafi alveg verið honum líkt og í hans anda að vera á sitt jafnvel í eigin útför. En sem sagt, við erum hér komin í þessa minningarathöfn hans Ingólfs ykkar og við munum nú í sameiningu með tónlistinni sem hér verður flutt, með bænum okkar, með minningarorðum og nærveru okkar hér hvert með öðru. Við munum kveðja Ingólf, munum minnast hans og þakka fyrir þær gjafir sem þið þáðuð af honum og í gegnum hann. Og við skulum hér strax í upphafi samin og hí okkur á hjörtu og við gerum það í bæn. Já, í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við komum fram fyrir þig, heilagi Guð, nú með söknuð og trega í hjarta vissulega. Söknuð við því að vera að kveðja Ingólf svo snemma. En einnig þakklæti fyrir það sem hann var þeim sem fengu að elska hann og deila lífi sínu með honum. Við þökkum þér nú fyrir allar minningarnar og við biðjum þig að blessa þær. Við þökkum þér samvistir og samveru með Ingólfi, biðjum þig að helga söknuð okkar og gefa okkur huggun og styrk. Ósjálfbjarga erum við í lífi og dauða, nema þú haldir okkur í örmum þínum. Og við treystum nú þeirri miskunn þinni sem engin maður verðskuldar, en engum manni bregst. Og við felum þér Ingólf og ástunni hans alla. Já, við biðjum þig láta okkur komast raun það, að allt verður þeim til góðs sem elska þig og samin að endingu, öll þau sem unnast í eilífu ríki kærleika þíns. Þess biðjum við, í Jesú nafni. Amen.
Við heyrum heilagt orð úr ritningunni, nánar tiltekið úr Davíðssálmunum. En í Davíðssálmum 139 standa eftirfarandi orð. Það eru fleiri en Ingólfur sem getur látið bíða eftir sér. Í Davíðssálmunum standa þessi orð. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Eigi er það orð á tungu minni, að þú, Drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst, og hönd þína hefur þú lagt á mig. Sú þekking er undursamlegri en svo að ég fái skilið, og of háleit, ég er henni eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum? Hvert flúið frá augleiti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gerði undirheima að hvílu minni, þá ertu einnig þar. Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunróðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig, og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Þannig hljóðar heilagt orð, Guði sé þakkir.
Gott fólk, ég býð ykkur öllum að rísa á fætur og fá að heyra heila guðspjall eins og það að finna hjá Lúkasi. En sagði Jesús, maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber, og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land, og þar sóaði hann fé sínu í óhófsumum lifnaði. En hann af þau öllu eitt, var mikið hungur í því landi, og hann tók að líða skort, og fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína, og hefði hann fegin vilja seðja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfs sín og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himnunum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn, lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns, en hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og féll háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himnunum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með hinna bestu skikki og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og alíkálfinn og slátrið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Þannig hljóðar heilagt guðspjall, lof sé þig Kristur. Gjörðu svo vel. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return and your farms, and it no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I witnessed your suffering as the battle raged high, and though they hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not disappear, my brothers in arms. There's so many different worlds
Another son's gone to hell, and the moon riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars. Every line in your heart, we're fools who make war, my brothers in arms. Ég færi ykkur góðar kveðjur, en Guðjón, föðurbróðir hans Ingólfs, hann er veikur og kemst ekki og hann og fjölskylda hann senda fallegar kveðjur hingað í athöfnina. Og þá einnig Þorveig Hjartardóttir sem er móðursystir hans, hún er á Stykkishólmi og á ekki heimangengt, en sendir kærar kveðjur í þessa minningar athöfn. Og Valgeir, móðurbróðir Ingólfs og kona hans, Valdís, geta ekki verið hér með okkur vegna veikinda en senda hlýjar og góðar samúðarkveðjur til aðstandenda. Telma Kristjánsdóttir hefur þá ekki tök á að vera með okkur í dag en sendir innilega samúðarkveðjur með þakklæti fyrir allar góðar minningar. Vera Jóhannsdóttir, hún er erlendis og hafði ekki heldur tök á að vera með okkur hér í dag en sendir sínar hlýju kveðjur til ykkar allra. Og þá er hér loks kveðja frá Árna Steinsinni frá Breiðabólstað í Suðursveit sem sendir samúðarkveðjur til ættingja og þakkar gömlum vini og skólabróður fyrir allt gamalt og gott. Ég náði sér með ykkur og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Á hverju ári í Ameríku er haldin hátíð sem þau mörg kannist við sem ber heitið Burning Man og þar er árlega útbúin stór skúlptúr fyrir hátíðina sem er ætlað og vekur hátíðargesti til umhugsunar. Og eitt árið, fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá var skúlptúrinn risavaxinn, eins og hann stundum er, og notaðir voru vírar til að mynda útlínur fullorðinna manneskja sem að sátu bak í bak. Og líkamsstæði þeirra gaf til kynna að þær voru daprar í bragði og ljóst að einhvers konar rof hafði átt sér stað á milli þeirra og það náðu ekki lengur saman. Og dabrar og afundnar, þá höfðu þær snúið hver frá annari. En inn í virðvirkinu, innan í báðum fullorðnu manneskjunum, voru upplýstar útlínur tveggja lítilla barna. Og ólíkt fullorðna fólkinu, þá snertu litlu börnin snerðu hvort af öðru og snertu hendur hvers annars blíðlega. Og svona er þetta með okkur gjarnan, að innra með okkur þá búa þau alltaf litlu börnin sem við vorum og í mörgum tilfellum og yfirleitt erum enn okkar innsta sjálf, en börnin þar innra þau eru líka auðsærð og þess vegna gerist það svo ofta að utanum okkar sanna sjálf þá myndum við einmitt svona varnarhætti og vírvirki sem eiga að verja okkur frá þjáningunni. En líkt og skúlptúrinn sýndi, þá erum við alltaf jafn ósnortin, elskuð og elskandi börn undir vírvirkinu eins og við vorum í augum Guðs og foreldri okkar þá þegar við fæddumst. Og þannig var það einnig með hann Ingólf. Og sama hvað gekk á þá vissu þau alltaf að inn undir öllu saman var sami, ljóshærðinn hnokkinn, sá sem hljóp einnig grundirnar hérna áður fyrr, forvitinn, gæðalegur, mildur og fjörugur. En Ingólfur var fæddur 24. febrúar 1976, sonur Signýjar Ingibjargar Hjartardóttur og Árna Ingólfssonar. Og faðir hans komst inn í gott listnám í Hollandi þegar Ingólfur var aðeins 2 ára gamall og fluttust þau þangað fjölskyldan og bjuggu þar uns Ingólfur nálgaðist 5 ára aldurinn.
Þá slitu Sinni og Árni samvistum og Ingólfur hélt heim til Íslands með mömmu sinni, nánar tiltekið á Höfn í Hornafirði. Hann var skemmtilegur og skýr krakki hann Ingólfur, ljósarður með englakrullur, rólegur en uppátækjasamur og glaðsinna. Hann var gífurlega forvitinn alla hluti og stöðugt að skoða, prófa, þreifa sig áfram með umhverfi sitt. Þegar hann veiddi fisk, þá vildi hann kryfja fiskinn. Þegar hann fann útvarp, þá vildi hann taka það í sundur og setja það aftur saman. Þannig var Ingólfur. Og þá var það einnig sterkt einkenni á honum eins og þau mörg munið að hann elskaði dýr og hélt hann þannig á Höfn lengi vel bæði dúfur og kanínur. Og Höfn var yndislegur uppeldisstaður. Ingólfur átti yngri systur, Eyrúnu Huld, sem 2 árum yngri en hann og hún rifjar upp indælar stundir með bróður sínum, sérstaklega þegar þau gengu saman í skólan á morgnana. Og hún minnist þess að alla leiðin í skólan, þá var hann jafnan að pæla í einhverju, eitthvað að bauka á leiðinni, taka eitthvað upp á veginum og skoða það á veg og að meta. Því að Ingólfur var þannig að hann fann og sá og uppgötvaði víða fjarsjóði, það sem aðrir sáu þá kannski ekki. Hann átti síðar eftir eignast einnig 2 systur sammæðra, þær Berglindi og Hrönn, og einnig 2 systkini samfeðrað, þau Margréti og Hróbjart. Nú með árunum þá stækkaði auðvitað glókollurinn Ingólfur og stálpaðist og að endingu varð hann myndarpiltur, enda voru þær margar stelpurnar sem voru skotnar í honum. Og hann var vinsæll enda einnig meðal annarra krakka og naut dagana. Og á þeim árum þá átti hann sinn besta vin í honum Jóhanni Þór. En þegar Ingó var aðeins 16 ára þá gerðist það að bílslys varð og þessi besti vinur hans, Jóhann Þór, lést í slysinu. Og skiljanlega þá var þetta Ingólfi mikið áfall og hann var eins og tekinn úr umferðum tíma og átti erfitt með að sækja skólan eftir áfallið. En að endingu þá varð úr að hann fór í heimavistarskólann á Eiðum og lauk gagnfræðaprófið þaðan. Og þar kynntist hann sínum kæra vini Oddi, en þeir áttu eftir að bralla margt saman. En tíminn leið og fjölskyldan fluttist til Reykjavíkur og í Reykjavík var auðvitað spennandi sena og Ingólfur fannst gaman að skemmta sér með því fólki sem hann kynntist í borginni. Hann fór í Iðnskóla Reykjavíkur í 2 ár, en lauk ekki námi þaðan, aðalega vegna þess að nýjar áætlanir voru komnar á kortið. Ingólfur og Oddur vinur hans ætluðu að fara saman til Lundúna og kynna sér tónlistar og listalífið þar. Og þar bjuggu þeir saman í 2 ár sem sannarlega víkkaði reynsluheiminn. Og enn víkkaði sjóndeildarhringurinn og lífsfyllingin hann eignaðist með Margréti Valdimarsdóttur Richter, yndislega dóttur, Ylfu Rós, sem fæddist 2. maí 1997 og var honum alltaf tíð mikill gleðigjafi. Nú lífstarturinn sem tók við hjá Ingólfi á Íslandi var með þeim hætti að hann fór á sjó, einkum á frystitogara, og var hann gjarnan 2 mánuði í senn á sjó og kom síðan í land í mánuð. Nú Ingólfur hafði ávallt sterka köllun til listarinnar, bæði tónlistar og myndlistar, og í því speglaði sami eiginleiki og hann hafði öðlast strax sem barn, að vilja kanna og skoða hluti, að taka eftir fegurð og virkni hluta, og sérstaklega fékk það útrás sína í því að hann tók að læra á hljóðfæri af ýmsum toga. En hann byggði upp kunnáttu á gítar, sítar, saxofón, trompet og jafnvel didgeridoo. Og þá var hann einnig stöðugt að pæla í ljósmyndum, áttu ógrynni af myndavélum og tóknar eingöngu ljósmyndir sem höfðu listrænt gildi. Það var ennfremur algengt eins og þau mörg munið að finna Ingólf með teikniblokk í hönd, að teikna eða mála og að skapa myndlist eins og pabbi hans gerði, og þannig ljóst að hann hefði ekki langt að sækja þá listrænu taug. Og þá var Ingólfur áfram líkt og hann hafði verið í æsku mikill dýravinur, stöðugt að draga dýr heim, sérstaklega að hvolpa. En þeir gátu eðlilega aldrei stoppa lengi því raunveruleiki Ingólfs var sá að hann var sjómaður og oft fjarverandi vikum saman. En meðfram sjómanns og listalífinu
Það var svo tilhneiging Ingólfs alltaf rík að leita á vit gleðinnar og næturlífsins og þau ár sem hann sótti sjóinn þá hélst það í einhvers konar jafnvægi. Ingólfur, hann var listamaður þeirra gerða sem var ekki knúinn áfram af hégóma eða athyglisþörf, heldur af sköpunarþörfinni og fegurðarleitinni einni, svo að segja. Og það vill svo til að heilur ritning Biblían segir okkur frá því að það fyrsta sem Guð hafi gert hafi einmitt verið það að skapa. Og sköpunargáfan er því öðrum þræði guðlegur eiginleiki. Og eins og orðið bendir til, þá er hún gjöf og hún þarfnast þannig ákveðins innblástus. Og hann hafði Ingólfur í ríkum mæli. Og öll listsköpunin fór fram, hvort sem var teikningin, málaralistin, ljósmyndunin og eða tónsmíðin, fram með sígarettuna í munnvikinu, eins og þau mörg munið, enda var hann síreykjandi. Og myndlistina Ingólfs, hún hneigðist til að vera afstæð eða abstrakt og pensilstrókurnar voru stórar. Myndlistinans var hrífandi og einn góðan við þetta væri óskandi að opnuð yrði stór sýning með verkum hans. Nú það sama gilti í tónlistinni. Í henni sló hann tón sem var í senn lágstemdur og náttúrulegur, með undirliggjandi krafti og fegurð og stígandi undiröldu. Fyrstu plötuna sína Escapism gaf hann út árið 2001 og hún var í raftónlistarlegum stíl og næsta plata ber nafnið Her Shoulder eða Black Wing, en hann vann hana með Daniel Ágústi Haraldsinni og hún kom út árið 2003 og var í mjúkum akústískum stíl. Þar á eftir kom smáskífan Too Late to Shine árið 2004 og 2007 kom út platan Indigo með hljómsveitinni og með honum í Indigo var fyrirleikarinn Vala Gestsdóttir og upptökustjórinn Halldór Björnsson hljóðritaði. Og Indigo fékk góð viðbrögð víða, til dæmis á Iceland Airwaves og annar staðar. Og þess fyrir hann þá spilaði Ingólfur auðvitað með ýmsum frábærum tónlistarmönnum á lífsleiðinni. Árið 2010 þá varð Ingólfur aftur faðir þegar hún Matthildur Nína fæddist og var hann þar með orðinn tvöfaldur faðir. En árið 2015 þá gerðist það hins vegar að hann Ingólfur slasaðist illa. Hann ökklabrotnaði á báðum fótum og afleiðingar þess áttu eftir að verða langvarandi. Hann náði sér seint og aldrei nógu vel til þess að fara á sjó með sama hættu áður. Nokkru síðar ákvað hann að venda kvæði sínu í kross og flytjast til Lissabon í Portúgal. Þetta var rétt áður en COVID-faraldurinn skall á og lenti Ingólfur í ströngu og langvarandi útgöngubanni ásamt öðrum þeim sem bjuggu í Portúgal. Heimkominn aftur gladdist hann mjög yfir að fá að kynnast barnabarni sínu, honum Ísaki litla, sem er nú 4 ára. Og það var honum einstök gjöf og einstök gleði. Það var svona sterkur strengur á milli þeirra, en það var Ísak margt líkur og margt líkur afa sínum í útliti og háttum. Og oft sinnis gerðist það að þeir mættu í samskonar fötum á viðburði og fannst fólki í tilviljun oft vera ótrúleg og til merkis þeirra dýrmætu tengsl. Sjálf átti Ylva móðir Ísaks og dóttir Ingólfs yndislegar minningar af æsku árunum með pappa sínum að brasa eitthvað skemmtilegt, minningar sem að lifnuðu mjög aftur á þessu tímabili. Og það verður ekki ofsagt hvað þessi tími með Ingólfi var hans nánustu dýrmætur og mikilvægur. Hann hjálpaði Ylvu og Ísaki eins mikið og hann gat og vildi sífellt fá að hitta Ísak og lesa fyrir hann, fara með hann í skemmtilegar ferðir. Þá gaf hann Ísaki líka trompetin sinn og eins ótrúlega það kann að hljóma þá getur Ísak litli blásið í trompet af fullri stærð og virðist hann að vera með svipað næmi fyrir hljóðfærum og afi hans. Snemma þessa árs þá fékk Ingólfur ríka löngun til að komast aftur til Lissabon í Portúgal. En sú harmafregn barst okkur skömmu síðar að hann hefði fallið frá langt fyrir aldur fram. Og þó síðustu árin hafi, eins og við vitum, að sumu leyti verið flókin hjá Ingólfi og aðstandendum hans í þeirri glímu sem það var, þá var Ingólfur samt undir niðri ævinlega hans sjálfur.
Áfram uppátækja sami pælarinn, listneigði hæfileikamaðurinn, blíði vinurinn, faðirinn, bróðurinn og sonurinn. Það þannig að Guð þekkir ástand okkar og ástand manneskjunnar í þessum heimi og mætir okkur í Kristi einmitt til þess að rétta okkur sína hjálpar og hjálpræðis hönd. Og Guð hefur í Kristi og í boðun kirkjunnar sýnt okkur að að baki öllum veruleika vitund sem elskar. Það faðir sem kallar alla týnda syni aftur til sín og sem fagnar og slær upp veislu þegar þeir snúa aftur. Þegar ævi röðull rennur, rökkvar fyrir sjónum þér, hræðstu eigi, her fortjald, hinum megin birtan Höndin sem þig hinga leiddi, himins til þig aftur ber, drottin elskar, drottin vakir, daga og nætur yfir þér. En Guð veiti huggun og von ykkur sem nú kveðjið og syrgið Ingólf og Guð blessi minningu Ingólfs Þórs Árnasonar alla tíð. Já, heilagi Guð, þú einn veist það sem á hjörtum okkar allra hvíli nú. Við biðjum þig að úthella anda þínum yfir okkur, snerta við okkur einu og sérhverju sem hér erum í kirkjunni í dag, kveðja og syrgja Ingólf og þakka fyrir þær gjafir sem við þáðum af þér í gegnum hann. Við biðjum þig, heilagi Faðir, að leiða okkur öll, eitt og hvert okkar, í gegnum þetta við megum sjá ljósið, ljós vonarinnar sem að lýsur okkur ávallt frá þér. Og við þökkum þér fyrir allt sem þú gafst í Ingólfi. Við biðjum veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér og veit þeim öllum huggun sem nú kveðja hann. Þess biðjum við í Jesú nafni. Og þessar bænir og allar aðra bænir sem við kunnum að hafa nú og kunnum ekki að bera fram með okkar eigin orðum, berum við fram og felum í bæninni sem Jesús kenndi okkur. Við biðjum saman og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki,
verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæru vinir, vegna þess að hér er ekki moldað í dag yfir kistu. Það var dregið að lokum þessarar athafnar hér. Bráðum mun hljóða hér eftirspil með Ingólfi sjálfum og við munum ganga út undir eftirspilinu og boðið í safnaðarheimili Borgir til þess að deila nærveru hvers annars og þiggja veitingar. En á leiðinu út, það langar ykkur að bjóða ykkur að ganga hér fram og votta virðingu ykkar þar sem að mynd Ingólfs er með signingu eða öðrum hætti og þið sem viljið getið einnig gengið hér fram að ljósberanum og kveikt minningarljós fyrir hann. Þið gangið þá út þessa leiðina, út úr kirkjunni þannig að þið snúið ekki við aftur hér, heldur gangið
þessa leiðin og út, og þið sem kveikið á kertanum gæta þess að halda gangveginum hreinum. En áður en við förum, þá langum að bjóða okkur öllum að rísa á fætur til þess að þiggja drottinlega blessun. Ég segi: Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásýn lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við förum í friði. Og það sannast í lífum okkur allra og kannski líka í lok þessar athafnar hér. En ég býð ykkur meðan við býðum eftir að tónlistum komist í lag, að ganga hér fram og gera eitthvað kveðju á, jafnvel kveikja á minningakerti ef ykkur sýnir svo á leiðin út. Förum í friði. Gjörðu svo vel.
you, without you.